Sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 9 og já, það er 19. október fyrir þá sem er að hlusta eftir á. Ég er komin línuna Íslandsmeistarinn í karate, hérna Thelmu Rut Frímannsdóttir og já, það var nóg að gera á henni helgina. Hún var að keppa á heimsbikarmóti, komdu blessu og sæl. Hæ. Hvernig hefur það? Bara mjög fínt. Þú ert væntanlega nýkomin heim eða ekki frá Austurríki? Jú, ég kom bara heim í nótt. Já. Þannig að það er ekki búið, þannig að þú ert bara svona að ná íslenska tímanum aftur? Já. Hvað er mikill tímamismunur hérna á milli Austurríkis og hérna Ísland? Það eru 2 tímar. Já. Þannig að þið hefur enga stund að venjast í svona fyrir keppni? Nei. En já, þið voru þarna að keppa nokkri Íslendingar og þetta er heimsbikarmóti eða ekki? Jú, og maður safnar stigum maður nokkur mót á ári og svo bara stigurinn þessum fyrir oflast. Og hvernig gekk þér? Mér gekk bara mjög vel. Ég lenti í 7. til 8. sæti. Og það er væntanlega mjög góður árangur? Já, mjög gott og ég vann 2 bardaga og rétt tapaði bara á seinustu sekúndunni, 3. bardaganum sem var frekar svekkjandi, bara 1-0. Og hvernig er með svona, þegar þú ert að keppa svona alþjóðum mótum, það er það ekki til þess að koma sér mitt ofar, er það ekki líka á heimslistanum? Jú, akkurat, það er þessi mót, heimsbikarmóti og svo Evrópumóti og heimsmeistaramóti sem að gefa stig á heimslistan. Og náður ekki þá að rísa eitthvað upp á töfluna? Jú, ég stökk upp 13 sæti og er komin í 73. sæti. Já, það er nú ekki verra. Nei. En svo ef ég spyrði kannski, þeir voru náttúrulega fleiri keppendur þarna, þeir voru hvað mörg að keppa þarna? 7 keppendur. Og já, ef maður fer aðeins svona stuttlega yfir, voru eitthvað fleiri svona óvænt sem kom þarna? Já, María, hún vann fyrsta bardagi sinn á fyrsta mótinu sínu, þetta er fyrsta heimsbikarmóti sem hún fer á og hún vann fyrsta bardaginn sem var bara mjög flott hjá henni. Og hérna, og hvað er hún gömul? Hún er 27 held ég. Já. María Helga Guðmundsdóttir. Já. En hvernig er það svona að keppa svona heimsbikarmóti, það er það ekki oft svolítið erfitt að fá að keppa á alþjóðlegum mótum því að þið búið náttúrulega á eyju? Já, maður þarf að ferðast alltaf mikið og lengi og getur verið erfitt að komast þangað og dagarlest og millilenda og svona, en þeir eru búin að, íslenska landsliðið eru búin að vera duglegt að senda núna einhverja keppendur á þessi mót, þannig að það er gaman að því. Og já, svo er náttúrulega voru fleiri keppendur, hún Kristín Magnúsdóttir, hún keppti líka eða ekki? Jú. Sástu hann að keppa? Nei, hún var akkurat í mínum flokk. Já, þannig að þú var ekkert að fylgjast með henni? Nei, ég gæti ekkert séð hana. Nei. Já. En svo var það ekki fleiri keppendur, það var Svana og svo strákur sem heitir Ólafur og Bogi og Elías. Og hvernig gekk þeim svona? Sástu eitthvað til þeirra? Já, ég sá flesta hérna, sko, nema hana Kristínu sem var í mínum flokk, þá ég náttúrulega var að hvetja hérna, en þau duttu út í fyrsta viðureik. En á þessu móti var þarna eitt af fremsta karate fólk heimsins jafnvel mætt þarna? Já, flestir þetta er bara heimsbikarmóti, það eru þeir bestu sem fara bara á það. Það er engin byrjandi að fara að mæta það mót, sko. Já, en þegar eru undirbúið eitthvað fyrir svona bardaga, ertu þá að skoða eitthvað andstæðingin áður eða bara þið mæti svona í rauninni bara blind í sjóin? Ég vil ekki skoða andstæðingarna mína, ég vil bara mæta honum eins og þegar það kemur að því. Já, nákvæmlega, og buffa hann svo? Já, nákvæmlega. En þú ert nú búin að vera hvað ertu búin að vera lengi í karate? 13 ár. Og þetta hefur alltaf verið svona helsta sportið þitt? Já, ég líki handbolta. Þannig mikið að gera. Já, og ert með afturheldingu þá þar í Ólafsdeild kvenna? Já. Og hvernig er svona stemningin þarna í afturheldingu? Hún er bara góð, sko. Hún er alltaf að vera betri og betri og við steltum að náum vel saman og ég trúi ekki öðru en við munum bara eflast alltaf þetta tímabil.
En svo ef maður flettir upp þá sér maður að þú hefur líka verið plötuð í fótbolta í sumar. Já, akkurat, ég spilaði með Hvíta riddaranum, nokkur leiki. Já, þannig að þú ert í öllum íþróttum þarna í Mosfellsbænum. Já, ég er mjög gaman í íþróttum, þannig að ef ég kemst í eitthvað, bara skelli ég mér. Já, vel. En hvernig svona líst þér á framtíðinni karate? Finnst þér vera að fjölga síðan þú byrjaðir eða er þetta bara svona stendur í stað? Þetta er alltaf að bætast þess og fjölga og líka, þú veist, landslið er alltaf að bæta bissi og senda fleiri keppendur út á stærri mót, þannig að þetta er alltaf að fjölga. Og já, það má segja náttúrulega líka kannski þjálfunin, hún er náttúrulega orðin kannski meiri? Já, akkurat, og landsliðsþjálfarinn stendur sér líka vel í því að fá útlenska þjálfara til landsliðs til þess að fá með reynslu og svona aðrar æfingar. En hvernig er svona að þú horfir heima fyrir að þá náttúrulega er náttúrulega erfitt eða ekki að vera afreksmaður í svona heimslista eða ekki í karate? Jú, það er alveg erfitt og maður þarf alltaf að finna einhverja nýja leiði til þess að reyna að bæta sig að við erum alltaf svo fá og fámenn þjóð og fá egoist. Þannig að það getur verið erfitt að vera hérna sko. Mér er alveg kýtla í putana að fara út bara, flytja út og æfa en það var aldrei komið að því. Ég fór til Frakklands í fyrra bara í 2 mánuði en það var ekkert meir úr því. En hvað nærðu að æfa oft karate? Ég reyna alltaf að æfa svona 3 svar í viku, 4 sinnum. Og svo handboltan líka svoleiðis. Já, þannig að þú ert eiginlega í íþróttahúsum alla daga? Já, svo er ég að þjálfa þannig að ég á eiginlega bara heima þarna niður frá. En svona aðstæðan til karate-iðkenda hérna á Íslandi, er hún góð? Já, hún er orðin mjög góð á flestum stöðum sko. Svo afturlíku komið nýjan bardagasal og Fylkir með mjög góð aðstöðu og Þórshamar líka og þannig að þetta er bara flott. Nákvæmlega. Og hver er svona, stefna þín í karate? Er það alltaf að vera betri og betri eða? Já, þetta mót eftir mig aðeins meira en þú veist, ég stefna alltaf að hæra núna allavega. Þetta er, ég og þjálfarinn minn er búin að gera plön og svona. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona, sem sagt, nú ertu búin að æfa karate í 13 ár og það er þetta eitt af svona stærstu mótunum sem þú ferð á? Já, þetta heimsbyggamótin og þá heimsmeistaramótið, Evrópumótið, það er stærstu mótin. Nákvæmlega. Telma Björk, Telma Rut, ásakið, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið vel. Já, takk. Bestu þakkir. Já. Já. Telma að gera góða hluti þarna úti á heimsbyggamótinu en við ætlum að hér eftir smástund er ég að fá góða gesti úr Selfoss og Mílan í handboltanum og en áður fyrir það þá ætla ég að reyna að heyra í Íslandsmeistarunum í rally honum Baldri Haraldsinni. Nú það er búið að framlengja í leik Keflavík og Hauka og nú eru 57 sekundur eftir að þeirri framlengingu staðan er þannig 100 Keflavík 108 Haukar 102. Þetta er svaka leikur þarna í gangi. Straumlaust verður í Þorlákshöfn aðfaranótt þriðjudagsins 20. október frá